að fjalla aðeins fyrirbæri sem heitir fleigbúar. Þeir eru í raun og veru bara grafjöfnu sem eru þessu formi. Y jafnt að ax jöðru plus bx plus c með a ekki jafnt að 0. Þetta heitir fleigbúi. Þetta náttúrulega mjög kunnulegt stærð. Þetta ax jöðru plus bx plus c, þið þekkið þetta sem annarstigs jöfnu og annarstigs marklega og nú er þetta orðið fleigbúi. Og hér í þessu myndbandi ætlum við fyrst og fremst að skoða hvernig hann lítur út og svo annar myndband sem sérstaklega fjallar hvernig við reiknum út topppunkt og sankurás og skurðpunta við ásina. Við skulum byrja á því að skoða þessa stuðla sem eru í jöfnunni. Fyrsta lagi þá höfum við stuðlinn a sem hérna sá sem við x í öðru. Og hann einfaldlega þannig að ef a er jákvæð tala þá erum við með arma sem vísa upp, þetta er svona bogi þar sem armarnir vísa upp. Ef a er neikvæð tala, mínustala, þá erum við með arma sem vísa niður. Og við getum líka lesið þennan stuðul C úr myndinni. Það er að segja ef C er jákvæð tala, það er fastinn sem er aftast, þá sker hann upslunás við ofan við x-ás. Ef þetta er neikvæð tala þá sker hann upslunás neðan við x-ás. Og ef að C er jafnt og 0 þá sker hann upslunás í upphafspunktin hittaskerfisins. Svo höfum við aðgreinir fyrir þessa stærð. D er jafnt og b er minus 4 c og hann hefur þessi einkenni að ef D er stærri en 0, jákvæð tala, þá erum við með 2 skurðpunta við x-ás. Alveg eins og þegar við vorum með annarstigs jöfnu, þá var það þannig að ef D var jákvæð tala þá vorum við með 2 lausnir á jöfnunni og þegar þetta var margliða þá þýddi það að við vorum með 2 rætur, 2 núllstöðar, en nú er þetta 2 skurðpuntar við x-ás. Ef D er jafnt og 0 þá snertir fleigbúin x-ásinn. Það bara myndar 1 skurðpunkt en þetta er raunur ekki skurðpuntur þegar bara snertir fyrir aldrei í gegn. Og ef D er minni 0 þá er engin skurðpunktur við x-ás. Við skulum skoða inn á svona mynd og ég mæli með því að þið eru að skoða þetta myndband í lítilli upplausn eða til dæmis bara fellt inn í vefsíðu þá myndi ég mæla með því stækki þetta upp í fulla skjástærð núna til að sjá þetta almennilega. En það er nefnilega þannig að við skoðum til dæmis þennan fyrri fleigbúa þennan sem við sjáum hérna það sem armarnir vísa upp, þá sjáum við að hann speglast hérna, það er hérna ákveðin punktur neðst í fleigbúanum, það sem hann ef við skoðum eftir því sem að x vex, þá hættir hann allt í að minnka, snýr við og fer að leita upp á við aftur. Þessi punktur þar sem þetta gerist, hann heitir topppunktur fleigbúans og við ræðum betur hann í öðru myndbandi. Í gegnum þannig topppunkt er þetta að draga lóðrétta línu og hún er þannig að alltaf ef við veljum okkur einhvern punkt á línunni og förum beint út frá þessum punkti yfir í ferilinn, lárétt, þá förum við alltaf jafn langt áður en finnum ferilinn. Þurfum að fara jafn margar einingar til vinstri eins og til að fara til hægri. Þannig að ferillinn hann speglast hérna þessa línu og þessa línu kallast sankurás fleigbúans. Og við getum líka lesið allan að formerki stuðlana út úr þessari mynd. Ef við skoðum til dæmis þennan sama fleigbúa þá sjáum við að armarnir á honum vísa upp og það segir okkur að stuðlun A er jákvæður stærri en 0. Nú við höfum þannig hérna græna punkt sem er skurðpunktur við upsilonás. Fyrst hann er neikvæð tala, við erum með neikvæð gildi á upsilon, þá er C neikvæð tala. Og síðan sjáum við að þessi fleigbúi, hann sker x-ásinn á 2 stöðum, þessum 2 punktum. Það eru 2 skurðpunktur við x-ás og þar landi D stærri 0, jákvæð tala. Ef við skoðum hins vegar hinn fleigbúan, þannig hérna litla sem að vísar hérna niður á við, þá sjáum við að armarnir vísa niður og þar landi A neikvæð tala
hann sker y-ásinn líka í fyrir neðan x-ás, þar leiðandi sé líka neikvætt hér. Ef hann myndi skera y-ásinn hérna einhvers staðar uppi, þá verður þetta jákvæð tala. Og svo sjáum við hérna, hann snýr við, hann finnst hættir að fara upp og byrjar að fara niður, án þess að nokkuð tíðan ná upp í x-ásinn. Og þar leiðandi vitum við að d er minni 0. Þannig að það er ekki neinn skurðpunktur við x-ás, engar lausnir á jöfnunni. Nú, ef við ætlum að teikna fleygboga í höndum, þá þurfum við að athuga nokkur atriði. Fyrsta lagi þá ætlum við alltaf að byrja á því að finna samhverfuásinn. X jafnt og mínus b á móti 2. Þessi jafna er síðan leitt út í öðru myndbandi. Nú, þetta gerum við til þess að geta unnið skref númer 2 að einhverju viti. Þegar við ætlum að gera gildatöflu, en við ætlum ekki að velja bara alltaf sömu gildin inn í gildatöfluna, heldur ætlum að velja þau að skynsemi. Og þá reynum við að gera það þannig að þessi samhverfuásina, hans er í miðjunni. Og við finnum alltaf að minnstakosti 9 punkta. Ef það er eitthvað færri punktar en það, þá erum við ekki með nógu góða mynd. Nú, þriðja skref hjá ykkur er reikna út y-hitin, bara samkvæmt jöfnu fleigbogans. Nú, næst er að teikna hnitakerfið og við kvörðum eftir þörfum. Það er að segja að við ætlum ekki bara að ganga út frá því sem gefnu að ein rúða sé ein eining eða eitthvað svoleiðis, heldur við ætlum að skoða útkomuna, bæði sem sagt hvaða gildi við notum á x og útkomuna úr þriðja, sem sagt y-hnitunum, og kvarða eftir því. Og við að sjálfsögðu notum reglustíku til þess að teikna ásana því að þeir eru beinir. Nú, þá er að merkja þess að punkta sem vorum að reikna út og síðan skulum við draga mjúkan feril í þannig gegn og reyna að hafa hann mjóan og snirtilegan. Tökum dæmi þar sem við gerum þetta. Teiknum fleygbogan y-hnút og 3x í öðru pluss 12x mínus 5. Nú, alveg eins og við tókum fram áðan, við byrjum að reikna út samhverfuásinn. X er jafnt og mínus b deilt með 2a. Þannig að segja mínus 12 deilt með 2 sinnum 3 sem er 6. Og þetta gefur okkur mínus 2. Það segir okkur að samhverfuásinn x jafnt og mínus 2 er lóðrétt lína í gegnum toppunktinn. Þannig að þessi fleygbogi speglast mínus 2. Nú, þá fáum við okkur gildatöflu og þessi mínus 2 sem við vorum að reikna út, hann á að koma í miðja gildatöfluna. Nú, síðan er skynsamlegt alltaf að hafa örlítið þéttari bilin rétt í kringum toppunktinn, en svo getum við leyft okkur að fara hafa stærri bil þar fyrir utan. Þannig að nú ætlum við að setja tölurnar mínus 2,5 og mínus 1,5 sem ykkur megin við, en síðan ætlum við bara hlaupa á heilum eftir það. Þannig að við notum mínus 3, mínus 4 og mínus 5, mínus 1, 0 og 1. Þannig að setjum inn samhverfuásinn, setjum aðeins þéttari tölur þar í kring og svo hlaupum við bara á heilum. Síðan fyrir við bara að reikna þetta út. Ef x er mínus 5 þá fáum við 10 fyrir y, setjum bara mínus 5 í staði fyrir x. Þannig að þetta er 3 sinnum mínus 5 í öðru pluss 12 sinnum mínus 5 og svo mínus 5, en þetta verða samt 10. Fá mínus 5 ef x er mínus 4, mínus 14 ef x er mínus 3, mínus 16,25 ef x er mínus 2,5 og mínus 17 ef x er mínus 2. Síðan förum við að sjá það að gildin fara að endurtaka sig, það er að segja mínus 16,25, mínus 14, mínus 5 og 10. Það sjáum það, við erum að nota x gildi frá mínus 5 og upp í 1, en y-gildi frá mínus 17 og upp í 10. Þannig að við kvörðum ásana eftir því og þið sjáum núna til dæmis að við erum ekki, látum það ekki bara skerast í miðjunni, að því við sjáum það, við erum ekki að nota jafnmargar jákvæðatölur eins og neikvæðatölur fyrir x, þannig að það er ágætt að hafa y-ásinn aðeins til hægri
Og eins líka, við erum minna að nota jákvæðatölur heldur en neikvæðatölur fyrir upsilónin og þar leiðandi látum við að ná lengra niður heldur en upp. Þá er það spurningum hver kvarðin á að vera. Fyrir upsilónsinn getur það bara henta ágætlega að hlaupa á 5 einingum fyrir hverja 2 rúður. Þannig að ég myndi segja hérna 5 og svo 10 og svo mínus 5 og svo framvegis. Látum þetta bara líta svona út. Fyrir x-ásinn það er ágætt að láta 2 rúður vera 1 einingu. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við veljum eftir hentuleika í hverju dæmi fyrir sig. Nú svo merkjum við bara punktana. Og hérna ég reikna með að þeir séu vel eftir því að merkjum punkta. Þannig að til dæmis þessi hérna punktur mínus 5,10 þá förum við hérna mínus 5 og svo upp í 10 hérna. Þá fáum við þennan punkt. Síðan draugum við bara mjóan og snertilega ferlan í gegn. Það er ágætt að byrja bara því að finna topppunktinn og setja pínlítið lárétt strik þar í gegn. Og áður en við förum að teikna hina vegna þess að hér á alls ekki að vera oddur. Hér á bara að vera mjúkur ferill, mjúk beygja. Þannig að við byrjum að setja pínlítið lárétt strik og svo teiknum við restina. Og svona snertum við aðeins til. Athugum það að ferillin á ekki að enda í punkti, heldur má ná aðeins út fyrir, passið bara að beygja ekki á leið og hérna sama gildir hér og ef þið eru farin að gera mjög þykkan ferill þá er ágætt að snirta aðeins til.